Hver uppáhalds ástarsagan þín? Uppáhalds ástarsagan mín hlýtur að vera saga mann sem elskaði heiminn svo mikið. Því var ekki einu sinni lofað að heimurinn myndi elska hann tilbaka. Samt tók hann á sig laun syndarinnar. Hann bar syndir alls heimsins á herðum sér og dó á krossi til þess að þeim yrði fyrirgefið og gætu eignast eilíft samfélag við hann. Þetta fólk sló hann, það pyntaði hann og í einum af síðustu andardráttum hans bað hann til Guðs. Hann bað Guð að fyrirgefa þeim því að þau vissi ekki hvað þau voru að gera. Pílatus spyr: hvað á ég þá að gera við Jesús sem kallast Kristur? Þeir segja allir: krossfestu hann. Pílatus spurði: hvað illt hefur hann þá gert? En þeir æptu því meir: krossfestu hann. Such a price for the sin of the world. Here's your King crucified. See the nails in his hands. See the wounds in his side. See the crown meant to mourn. Then instead prophesy that it was not the end. Wipe the tears from your eyes. Don't forget that he said on the third he will rise. He's alive, he's alive, he's alive, he's alive, he's alive, he's alive, he's alive.
thief in the night. He'll return for his bride. Even so, Jesus come, split the skies. So believe Svo kom fruma himni, eitt augnablik hélt dauðinn að hann inni. Allt sem þú hafðir sagt að kom í ljósið, þitt orð það máttugt er. Fullkomin fórn var sú sem Drottinn sendi. Krossinn þinn og blóðið þinn, fullkomna verkið og myrkrið veit. Að gatóm gröfin og steinin frá. Nú ertu hafin upp í þig, nú sestur Guði hjá. Krossinn þinn og blóðið þinn, fullkomna verkið og myrkrið veit. Að gatóm gröfin og steinin frá. Nú ertu hafin upp í þig, nú sestur
slepp og gaf sitt líf. Ég sé hans hendur, sé hans sál, frelsari minn, krossinu. Hann lifður var, hann vættu tár í Jósefs gröf, hann lagður var með þungum steini innsiglar, Messías gröf þar einsog. Halleluja, Jesus. Og lofsyngjum nafni Drottins Guðs og lofum hann eilífur. Alla tíð viljum heyra þig, þú Drottinn vor og Guð. Birtingu hinn þriðja dag, þá sonur Guðs upprisinn var, og dauði hvar stingur þig, nafnið heilla konungins. Og lofsyngjum nafni Drottins Guðs og lofum hann eilífur. Alla tíð viljum heyra þig, þú Drottinn vor og Hann aftur snýr, svo skær sú sól, að nóttin flýr, á meðal helgra rís ég þá, og auglit Jesú fæ að sjá. Gefum Jesú gott klapp í kvöld.
Gefum Jesú lof okkar. Lyftum upp hans nafni í kvöld. Halleluja, Jesús, við lofum þitt nafni í kvöld, Jesús. Þú ert þess verður að vera lofaður, Jesús. Þú sem dóst á krossinu fyrir syndi mínar og syndir okkar allra. Þú sigraði dauðann, þú opnaði leiðina fyrir okkur inn í himinin. En að náða hásandi Guðs. Þér sé lof, þér sé dýrðin í kvöld, Jesús. Halleluja, halleluja. Og líðurinn sagði, Amen. Halleluja, gott að sjá okkur í kvöld. Verið hjartanlega velkomin hingað í veginn á Páskamót vegarins. Það er svo gott að koma saman. Amen. Mótið það byrjaði í gær. Þegar konurnar komu saman. Systrastarfið hér í kirkjunni. Og vitið það voru yfir 60 konur sem komu hérna saman í gær. Tölunar hækka alltaf. 70 konur. Hugsið ykkur. Sem komu saman. Fengu brönns hérna inni. Við strákarnir við þjónuðum þeim. Það var egg og bacon og brauð og pulsur og ég veit ekki hvað og hvað. Og það áttu samfélag saman. Komu saman og gáttu talað og spjallað og haft samfélag. Svo komu þær hér inn, lofuðu Guð og heyrðu Guðs orð predikað. Þetta var yndisleg stund. Er það ekki, stelpur? Fæ ég betra amen en þetta? Amen. Frábært. Frábær byrjun og frábæru móti. Við erum með frábæra gesti hjá okkur í dag frá Noregi. Jóstein Krokedal og konan hans Britt. Og Britt talaði til kvennanna í gær og hún var frábær. Var það ekki smurt, stelpur? Amen. Þannig að við þökkum þeim kærlega fyrir að koma. Þau elska kirkjuna. Þau elska kirkjuna hér á þessu landi, þau elska kirkjuna í Evrópu og þau þrá að sjá kirkju Guðs rísa upp og dafna. Það er í þrá þeirra, það er í hjarta þeirra. Og þau eru komin hingað til þess að gefa okkur orð frá Guði. Gefa okkur hvatningu inn í okkar starf, okkar kirkju, inn í okkar líf. Að við höldum áfram göngunni okkar með Guði. Að við tökum ný skref með Guði. Hann á eftir að skora á okkur. Tökum áskorunni. Og tökum ný skref með Guði. Amen. Halleluja. Já, við erum hér í kvöld, svo eru aftur annað kvöld. Bara aðeins dagskrán á mótinu, annað kvöld aftur klukkan 8. Þá er Jóstein aftur með okkur. Og svo sunnudaginn. Takið þið sunnudaginn frá og mætum þá klukkan 12 hér. Við ætlum að hafa brauðsbrotningu. Það sem við minnumst þess sem Jesús gerði á krossinu fyrir okkur. Við brjótum brauðið og drekkum af bikarnum. Síðan ætlum við að hafa skírn. Amen. Amen. Það eru komnir nokkri sem ætla að taka skírn, sem vilja taka nýtt skref á trúargöngu sinni með Guði. Og vitið, þegar við tökum skírn, þá erum við að gefa yfirlýsingu að ég ætla að fylgja Jesú. Að gamli maðurinn fer ofan í vatnið, við skiljum gamla manninn eftir, syndu og eðlið okkar og við rísum upp sem nýr einstaklingur í Kristi. Það er myndin upp á skírninni. Og við ætlum að taka þetta, það eru einhver sem ætla að taka þetta skref, koma með þessa opinberu yfirlýsingu. Og ef að þú hefur ekki tekið þetta skref, þá ættir að íhuga það að taka þetta skref núna sunnudaginn. Hvaða dagur er betri að taka skírn en á sjálfan páskadag? Upprisuddag Jesú Krist. Og þetta er í rauninni næsta skref sem við ættum að taka eftir að við tökum trú. Þannig ef þú hefur ekki tekið þetta skref, íhugaðu það hér á sunnudaginn klukkan 12. Ætlum við að vera með skírn. Það er stór sundlaug, það er pláss fyrir marga. Það er pláss fyrir þig ef þú hefur ekki tekið þetta skref. Amen. Amen. Halleluja. Þannig ekki missa því sem að Guð vil gera í þínu lífi þessa helgi. Vertu með okkur annað kvöld aftur og sunnudaginn. Matur á morgun. Jú, klukkan 6:30. Fyrir þá sem vilja, matur. Lambalæri, páskalambið. Yndislegu í Benni og hans starfsfólk í eldhúsinu matrir yndislegan mat. Amen. Guð blessi ykkur ef að halda áfram. Amen.
það var hugmyndin að ég kæmi hérna sígandi núr glugganum, en þar sem við erum búin að loka glugganum, þá var það ekki hægt. Heyrðu, Mission Impossible. Við vitum öll hvað það er, eða ekki? Nú ætlum við að taka peningana af ykkur. Það er Mission Impossible. Einn góður fimmur. Herðu, marsmánuður var framkvæmdamánuður hjá okkur í kirkjunni. Við erum búin að gera ótrúlega mikið í marsmánuði. Við erum búin að, það voru opin sár í loftunum. Við erum búin að loka þeim. Við erum búin að mála inn í kaffisal. Við erum búin að taka til. Við hreinsum teppi hérna fyrir páska, djúpreinsuðum. Við erum að taka salernin í gegn. Og þið sem eru búin að kíkja inn á 2 innstu salernin, þið sjáu hversu falleg salernin er orðin, er það ekki? Hálfnaverk er hafið það ekki? 2 salerni eftir og það er alltaf nóg að gera. Það er nóg að gera. En þetta kostar líka og þetta kostar alveg mikið. Það fær í svona framkvæmdir. Kostar mikið en líka þörfin var orðin mikil og nauðsynleg. Og í dag þá vil ég gefa okkur öllum tækifæri til þess að taka þátt í því að bera þessa kirkju uppi. Þátt í því að þetta starf geti haldið áfram. Taka þátt í að gera húsnæðið okkar betra. Þannig við getum tekið betur utan af fólk og boðið fólki velkomið ennþá betur. Það segir í Predikarinn 5:9. Sá sem elskar peninga sæðist aldrei af peningum. Og sá sem elskar auðinn hefur ekki gagn af honum. Að sá sem elskar peninga, hann fær aldrei nóg. Hann verður alltaf að fá meira og meira. Ef ég hefði aðeins svona mikið, þá er ég glaður. Svo nær hann þeim áfanga, en þá er bara markið komið hærra. Ég verð að hafa svona mikið, þá er ég glaður. Þá er markið hærra. Hann verður aldrei ánægður. En þegar Páll skrifar til Tímóteusar, þá segir hann í versunum undan, já, trúin samfara nægjusemi er mikill gróðavegur. Því að ekkert höfum við inn í heiminn flutt og ekkert getum við heldur flutt neitt þaðan út. Við komum ekki með neitt inn í hennan heim með okkur. Og þegar við förum, þá tökum við ekkert með. Aftanivagnin, hjólhýsið, snjósleðin eða hvað það er, hann fer ekki með okkur. Það verður allt eftir. Allur auður okkar verður eftir. En hvað gerum við auð okkar meðan við erum hér á þessari jörðu og meðan við lifum? Elskum við peningana? Látum við stjórnast af peningum? Eða látum við peningana að gera það sem við segjum að gera? Þeir eiga að þjóna okkur, ekki rétt? Og það segir í öðru Korintubréfi, Guð elskar glaðan gjafara. Hann elskar glaðan gjafara. Eru við glaðir gjafarar? Eru við gjafmild? Vitið, Guð, hann elskar þegar við gefum af því sem við eigum. Þegar við höldum ekki bara fyrir okkur, heldur erum við tilbúin til að nota það til blessunar fyrir aðra. Og það snýst ekki um hversu mikið við gefum, heldur snýst það um hjarta okkar. Hvernig er hjarta okkar? Og það segir í Markúsarguðspjaldi 12. kafla versi 41. Jesús settist gegn fjárhirslunni og horfði á fólkið leggja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið. Þá kom ekki ein fátæk og lét þar 2 smápeninga, eins eiris virði. Og Jesús kallaði til sín lærisveina sína og sagði við þá, sannlega segi ykkur, þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir lögðu í fjárhirsluna. Allir gáfu þeir af allsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sínum, allt sem hún átti, alla björg sína. Það segir að auðmenninni, þeir gáfu mikið. Þeir gáfu mikið. En ekkjan gaf meira en þeir allir. Og Mattíus 6:21 segir, því hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjartaðið vera. Það er það sem að Jesús var að tala um, að hjarta ekkjunar. Hjartanar var í kirkjunni. Hún gaf af skorti sínum af því hún elskaði kirkjuna sína. Þar var fjársjóðurinnar. Amen. Þannig að ég ætla að gefa ykkur tækifæri til þess að gefa í kvöld og það er engin nauðugur til að gefa.
Ég ekki uppi til að neyða ykkur til að gefa. Þú veist, þetta ekkert mission impossible. Það var bara gaman að gera eitthvað öðruvísi. Þú veist. En ef við viljum gefa inn í þetta starf, þá tækifæri núna. Það posi aftast sem hægt að gefa í. Það eru bankaupplýsingar hérna. Þannig ef þið viljið taka þátt í því sem við erum að gera, þá bara biðjum Guð að blessa ykkur fyrir. Amen. Við skulum rísa á fætur og biðja fyrir samskotunum, svo höldum við áfram að lofa Guð áður en að Jóstan kemur til okkar. Halleluja, Jesús. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir allan þann pening sem kemur inn í dag, Drottinn Guð. Ég bara biðjum að blessa, Drottinn Guð, einn og sér hvað sem að gefur inn í þitt ríki í dag. Ég þakka þér fyrir, Drottinn Guð, að þú getur gert svo miklu meira en við, Drottinn Guð. Þú getur blessað þetta og margfaldað þetta í höndunum okkar, Drottinn Guð. Alveg svo þegar Jesús gaf fjöldanum að borða með aðeins nokkrum brauðum og nokkrum fiskum. Og það margfaldaðist í höndum hans. Og ég bið þig, Drottinn Guð, með það sem að fjármuni sem kom inn í dag, Drottinn Guð, að þú margfaldir þá í okkar höndum, Drottinn Guð. Það megi vera blessun fyrir marga, Drottinn Guð. Það megi vera blessun fyrir þessa kirkju, megi vera blessun fyrir þjóðin okkar, borgin okkar, Drottinn Guð. Það megi vera blessun fyrir marga, Drottinn Jesús. Halleluja, Drottinn Jesús. Bara takk heilagi Faðir. Í Jesú nafni. Amen. Skulum lofa Guð saman, svo kemur Jóstan til okkar. Say
heimsins barn, saklaus var. Majesty, Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. Majesty, Majesty, forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, we sing majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. We sing majesty, majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, we sing majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. We sing majesty, majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, you gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son
þakka fyrir að þú ert hér, drottning Guð. Það ég bara að biðja að gjöra hjört okkar, drottning Guð, bara undirbúin og að með vera góður jarfi fyrir þitt orð í kvöld, drottning Guð. Að við mögum meðtaka þitt orð í kvöld, drottning Jesús. Og þitt orð með vera sem gróður sitt í lífum okkar, með vaksa og bera ávöxt í lífum okkar, Faðir. Takk einlega, Faðir. Takk, Jesús. Halleluja, amen. Amen. Halleluja. Við erum með frábæran gest hérna með okkur eins og ég sagði áðan. Jóstein Krókidal. Þegar ég hitt hann fyrst fyrir nokkrum árum, það er kannski 6 ár síðan, 6-7 ár, þá var það fyrsta sem hann sagði við mig: hvernig get ég hjálpað þér? Og þetta lýsir svo hjarta hans fyrir kirkjunni. Hvernig get ég hjálpað kirkjunni að vaksa? Og við svona vorum tengdi svo aftur saman fyrir 1,5 ári cirka síðan og samband okkar hefur bara verið að eflast og verða betra og meira og ég er svo þakklátur fyrir hann. Ég er svo þakklátur fyrir erfiðu spurningarnar frá honum. Ég er þakklátur fyrir hvað hann ýtir á mig til þess að ég geti orðið betri í því sem ég er að gera og leitt kirkjuna áfram. Þannig að ég er virkilega þakklátur fyrir þetta samband sem við höfum og þessa vináttu sem er að vaksa og verða betri og meiri. Ef við ekki að bjóða hann hjartanlega velkominn, Krókidal Dundee. Gefum honum gott klapp. Hola, amigos. Og amigos, halló. Actually, I'm a very nice person. Ég er reyndar mjög viðkunnalegur gaur. He's telling you that I'm asking hard question. Ég er að segja ykkur að hann er að spyrja erfiðra spurninga. Do you think that is true? I got a new friend on the first row. Ég á nýjan vin á fremsta bekk So I asked him to come tonight. og ég bað hann að koma í Or kvöld. if it's going a little bit slow, Það kannski gengur stundum hægt. so I asked him, you just speed up. Og ég sagði bara, auktu And aðeins you hraðar. say amen. Og þú segir amen, You say hallelujah. þú segir halleluja Come on, preach it. og koma og Oh, predika God is þetta. in the house. Guð er í húsinu. So good to be here, everybody. Það er svo gott að vera hérna allir. You know, I've been here one time before, Já, hann hefur verið hérna einu sinni áður and that was a very good time I felt. og mér fannst það að vera mjög góðu tími. But you never know how the church come across with that. En við vitum aldrei hvernig kirkjan meðtekur mann. So when I was asked to come back here, Og þegar ég var beðin að koma aftur, that was a pretty miracle. þá var það bara kraftaverk. And I think they like me. Og ég hugsaði, já, þeim líkar við mig. So I think I'm going to give them the best. Og þannig að ég hugsaði, ég ætla að gefa þeim það besta. So I talked to pastor. Og talaði við pastorinn. Can I bring Can I bring my wife? Má ég koma með konuna minna með? Because that's the best thing I have. Af því að hún er það besta sem ég hef. And so I bring her along. Og ég auðvitað takt hana And með. here we are. Og hérna erum við. We are so grateful for you Við guys. erum svo þakklátt fyrir ykkur. And you have a beautiful, beautiful country. Og þegar við svo fallegt land. And some beautiful people as well. Og svo fallegt fólk líka. Svona nokkrir. Whoa! You know, Britt and myself, we met in a queue some years ago. Við hittumst í röð fyrir nokkrum árum síðan. And I look at her and think, God was in a very good mood when he made her. Og þegar ég sá hana hugsaði, já, Guð gerði eitthvað stórkostlegt hér þegar hann skapaði hana. So I just knock on the door. Þannig ég byrjaði að banka á I dyrnar said, can I come in? og spurja, má ég koma inn? And the rest is history, actually. Og það skrifaðist So sagan. I have some pictures. So Ég með nokkra, ég með myndir. the first one here is Fyrsta myndin, wow. Oh no, not that one. Not ekki that þessi The first- skíðunum. one. The first one.
Já. You know, we're born with ski at the feet. You know that? Við erum fætt með skíði á Have fótum í you heard Noregi. about cross country? Have you Hafið heard about heyrt that? skíðagöngu. Yeah, you see it in Olympic Games. We So, are there everywhere. Á Okay, Ólympíuleikunum, við erum þar. So that was actually, I was one and we become two. And that was fantastic. Ég var einn, en svo urðum við tvö og So það var frábært. next picture. Næsta mynd. So this is me to the right. I look perfect, fantastic. Ég er þarna fullkomni maðurinn til hægri So it's Britt, and so those two Britt. in blue there, that's Caroline and Chris. og þau í bláu er Caroline og Chris. And we imported two more, so we extended the family Þannig að við- to 6. Við stækkuðum fjölskyldunum upp í 6. And Við this is ættleiddum hana what 2. happened when you multiply. Og þetta er það sem að skeði þegar við fjölgum okkur. You see, everybody is so happy. Allir eru svo ánæðir, glaðir. So welcome, meet the family. Þannig að hérna er fjölskyldan mín. Yeah, we are so blessed. Við erum svo Amen. blessuð. Well, I'm not here to make jokes Ég er ekki hér til að gera grín or brag about myself. eða monta sjálfa mig. I'm here to preach the word of God. Ég er hér til þess að predika orð Guðs. Amen. You can do better than that. I said I was Get here to get preach better. the word of God. Yeah, Amen. yeah. I thought I would come to a Lutheran church. Yeah. No. No. Thank you, David. Tack, David. You're doing such a good job. Yeah. So I'm really glad to be here. Ég er svo ánæður að vera hér. Of course, we love Reykjavik and Iceland. Auðvitað elskum við Reykjavík og Ísland. But after I was here last time, I really have the sense that God is up to something. En eftir ég var hérna síðast þá virkilega finn ég að Guð að hann er með einhver plön. Something deeper, Að það er eitthvað dýpra, something stronger, eitthvað sterkara, something greater, eitthvað meira. because it's the kingdom of God. Af því að þetta er Guðs ríki. This is not just only a local church, Þetta er ekki bara Yes, einhver it is a local Jú, church. þetta er staðbundin but it's kirkja, much more. en það er svo miklu It's the meira. kingdom of God. Það er Guðs ríki. And where God is, Og það sem að Guð er, miracle happens. þar gerast kraftaverk. But oh, that was a good one. Yeah. Yeah. But I want to tell you that when I'm here today, En ég vil segja ykkur þegar ég er hér í dag. and I was praying for this meeting particular this morning. Og ég var að beðja sérstaklega fyrir þessari samkomu í morgun. And the Holy Spirit talked to me. Og heilagur andi talaði til mín. It's not very often I use that strong term. Það er ekki svo oft sem ég nota svona sterk orð. But he said that pray for those who want to have a new revelation. En hann sagði byttu fyrir þeim sem vilja fá nýja opinberun. Maybe you have read your Bible for a while. Kannski hafið þið verið að lesa biblínu ykkar tíma. Just because you have to. Bara því að þið verðið að gera það. You're feeling it's okay. Og þið finnst svona, já, There's það er no allt í life in lagi. it. Það vantar eitthvað líf í það. God have not talked to you. Guð er ekki búin að vera að tala til ykkar. But I want to challenge you right now. En ég vil skora á okkur núna. For you that really are serious with God, Fyrir ykkur sem eru virkilega meinið það með Guð. I want you to stay on your feet. Ég vil að þið standið á fætur. Just to wait a little moment. En býðið samt smástund. Because if you're serious with God and want to go deeper with God Ef þeir eru alvara með Guð og vilt fara dýpra með honum and have this revelation og fá þessa opinberun of who He á is hver hann er and what He have done for you og hvað það and er what sem hann He hefur can gert do fyrir in þig your daily og life. hvað hann getur gert í þínu Because daglega you lífi. need this Þegar revelation. við þurfnumst hans You opinberuna. need this relation. Við þurfum á þetta samfélag You við hann. need Jesus in your Við life þurfum á Jésu að halda í more líf than okkar. ever. Meira en nokkur sinni So áður. if you feel right now that I want to be in that spot of the revelation of the word. Og ef þú ert á þeim stað að þú vilt fá þessa opinberun á orðinu. It's maybe just one person that want to stay on your feet. Kannski er það bara einn en It can be 10. mega vera It can be 10. nothing. Getur verið engin. But I always obey the Holy Spirit when He talking to me like that. En ég hlýðið alltaf So heilum I'm andi að tala gonna svona. I want to count to 3, and when I say 3, you stand on your feet, and I will pray for you. Og þegar ég ætla að tella upp á 3 og þegar ég segi 3 þá er með ég standa á fætur þeir sem viljið og hann ætlar að biðja fyrir. 1, 1. 2, 3. Amen. Amen. Come on. This is fantastic. Þetta er frábært.
In Jesus, and we're going to pray for you right now. So close your eyes Ég ætla að biðja and fyrir ykkur. stretch out your hands if you can. Og liftið höndunum eða And getið you just let your heart follow this prayer. og látið hjart ykkar fylgja þessari bæn. And I'm going to pray for you right now, and you will not interpret. And I'm going to pray in English, and you just follow me. Og hann ætlar að biðja fyrir ykkur á ensku og þið bara fylgið honum. So, Father in heaven, I pray for each and one of those persons that stand on their feet right now. Father, in your mighty name, Jesus Christ, I declare that the spirit of revelation, the Holy Spirit, will open heaven, will open the Bible, will open the new relationship, Lord Jesus. So there is a new wave, Lord Jesus, coming from heaven into their life, and they receive it. And when they are lonely, when they are in the stillness, when they're seeking you, Lord Jesus, you are there. They will feel it, and they will see it, and then they will have this sense that you are talking to them. You're talking to them with the Holy Spirit, and you are talking to them through the Bible, and you are talking to them through prophecies, Lord Jesus, and you are coming and give new life to the bones, Lord Jesus, and you will reveal who you really are. In your mighty name, I praise you, and everybody said, Amen. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Þið megið setjast í nærveru drottins. Amen. Amen. I just need to do that. Is that okay? Ég bara þurfti að gera það. Var það þetta lægi? If anyone have problem with that, talk to the pastor Ef after. einhver hefur vandamál með þetta, þá sendið þið post. Don't talk to me. Oh, they will send email. Og það við svörum ekki @vegurinn.is. The email is we will not answer @vegurinn. Exactly. Just send it to noanswer@Vergunkirken. Ekkert svar. So I'm going to preach to you right now. Ég So ætla að predika til ykkar í dag. now is the preaching starting. Okay. Þannig að nú Yeah. byrja predikunin. So today is the theme, the final days of Jesus, a journey to the cross. Og þemað síðustu dagar Jesú, ferðalag að krossinum. I really feel that Easter is a tipping point in the Christian calendar. Páskar, það svona tipping point, vendipunktur í Vendipunktur. sögu kirkjunar. Já. And the main person in the Bible is Jesus Christ. Og aðalpersonan í Biblíunni Jesús Kristur. He is from the beginning. Hann frá upphafi, He is in the present. hann í nútíðinni And he is in the future. og hann í framtíðinni. He is the Son of God. Hann sonur Guðs. He is Emmanuel, God with us. Immanuel, Guð með He oss. is God the Messiah. Hann Guð, hann Messias. He is the Lamb of God. Hann lamb Guðs. He is the answer to humanity. Hann svarið fyrir mannkynnið. He is the one that birthed the church. Hann sá sem að fætti fram kirkjuna. And he is well known of millions of people in the world. Og það milljónir manna í heiminum sem að þekkja. We're talking about 2 billion people going to service this Easter. Við að tala 2 milljarða fólk sem að fer á samkomur þessa So páska. listen to this. Hlustið á þetta. If this is fake, everything by Jesus, we are in deep trouble. Vitið að ef þetta allt saman plat með Jesú, þá erum við í slæmum málum. Amen? Amen. If it's fake with Jesus, we can do something else. Ef að Jesús eitthvað plat, þá getum við alveg farið að gera eitthvað annað. We can move to Spain, everybody. Þá getum við öll bara flutt til Spánar. There is no snow. Það engin snjór þar There's no rain. og ekkert rigning. There is just beach. Bara strönd And you can be in the water all day. og getum verið í vatninu allan daginn. But he died and rose again. En hann dó og reis upp frá döðum. And he is the Son of the living Og God. hann sonur hins lifanda Guðs. And everything is true what he said. Og allt sem hann sagði sannleikur. You need the revelation of Við Jesus. þurfum á opinberun á hver You Jesús need to see who he Við is þurfum að sjá hver hann and what he have done for you. og hvað hann hefur gert fyrir þig. Listen to this word from the Bible. Hlustið á þetta orð úr Biblíunni. For all the promises of God in him are yes and amen. Þegar sögum org sem fyrirheit Guðs þá lætur hann Jesú Krist staðfesta þau með jái. To the glory of God through us.
Já, og þess vegna segjum við með honum Amen, Guði til dýrðar. So if it's true, Ef það satt, then is every promise from Jesus and God. þá var það öll loforð Guðs, Jesú frá Guði. So in the end of the service today, Þannig að í lokin á samkomin í dag, I'm going to invite you to come to Christ. þá ætla ég að bjóða þér að koma til Jesú. If you don't know Christ, Ef þú þekkir ekki this Krist, is your time. þá er þetta þín stund. And if life have been hard to you, this is your time. Og ef að lífið hefur verið erfitt fyrir þig, En þá er if- þetta þinn tími. If you need healing in your mind and in your body, this is your Og time. ef þú þarft á lækningu að halda í huga og líkama, And þá if er you þetta need- þinn tími. And if you need power to overcome daily life, Og ef þú vantar kraft til að til að svona standast þetta daglega líf, this is your time. þá er þetta þinn tími. Because it's true what Jesus said. Af því að það er satt það sem að Jesús sagði. And I'm going to go through everything that Jesus did for the rest of the time of preaching. Og ég ætla að fara yfir það sem að Jesús sagði núna í afgangina predikunni. In 1 John 4:10 he said, "This is real love, not that we love God, but he loved us and sent his son as a sacrifice to take away our sins." Fyrsta Jóhannesarbref 4:10. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. So to understand the fullness of what Jesus did on the cross, Og til þess að skilja fullnustu hvað sem að Jesús gerði á krossinum, we need to dive into the word of God. þá þurfum við að dýfa okkur inn í orð Guðs. So be with me in my try to get back to Jerusalem some 100 years ago. Og reynið að vera með mér að fara þetta ferðalag aftur til Jerúsalem fyrir nokkur 100 árum síðan. It is Wednesday. Það er miðvikudagur. Judas, he is up to see about how he can betray Jesus. Júdas, hann er að skoða hvernig hann á að svíkja Jesú. And some of the disciples, they are up to prepare the meal for the Passover. Og nokkur af hans lærisönnum er að undibúa máltíðina, síðustu kvöldmáltíðina. And you know, the Passover, that is not a new thing from the New Testament. Og páskarnir, þetta er ekki eitthvað nýtt í Nýja testamentinu. It's coming back from the Egypt. Það kemur frá Egyptaland. When the whole Jewish community was lifted out of slavery. Þegar gyðinga samfélagið var tekið úr þrældóm. So this Wednesday was preparing for that. Og þessi miðvikudagur, það var verið að undibúa það. So also on Thursday, everybody come into a place they call the upper room. Og á 50 degi þá koma allir saman í loftstofuna. And in that room we had what we call the Last Supper. Og í loftstofunni þá er það sem við köllum síðasta kvöldmáltíð. So if you go home and read, for example, from John 13:14. Og ef þið lesið til dæmis þegar komið heim frá Jóhannes 13. kabla og 14. kabla. Dude, it's incredible what's happening at that meal. Þá er það ótrúlegt það sem að skeður í þessari kvöldmáltíð. Some of the big nuggets that Jesus told his disciple is in those two chapters. Og mörg af þessum gullkortum sem að Jesús sagði við lærisveinana í þessum köflum. And also Jesus, he washes disciples' feet. Og Jesús hann þvoði líka fætur lærisveinana sinna. And Judas was exposed that he will betray Jesus. Og Júdas hann var svona opinberaður að hann myndi svíkja Jesú. And Peter, the big enthusiastic guy. Og Pétur, þessi með mikla kraftinn. Jesus is, everybody leaving you, I will be there for you. Hann segir allir mun yfirgefið en ekki ég verð hann fyrir þig. But Jesus said to him, En Jesús sagði við hann, before the morning is coming, you will betray me 3 hann times. sagði áður en að morgunin kemur þá máttu afneita mér 3 svar. But also we see that we see the farewell preaching of Jesus. Yeah. Og við sjáum líka svona kveðju boðskap Jesú. And we also have the preaching of Jesus, the high priest prayer for him. Og bænin en æðsta prest. But what I find very interesting with Jesus, En það sem að mér finnst svo athyglisvert við Jesú around this meal, the Last Supper, í þessari kvöldmáltíð, there was a Q&A.
Það voru spurningar. It was Spurningar not og svör. like, it was just like we're setting, not doing this that I'm preaching to you. Það var ekki bara þannig að eins og hann var að predika You are til coming, ykkar, you are coming with your question and Jesus answered að it. þá myndu þið koma með spurningar og Jesús svaraði. Go home and read chapter 13 and 14 Lesið þessa kapla heima, 13 with a og new 14, revelation. með nýrri You will be opinberun. surprised. Come on. Uh, Yeah. So actually, that ended. In the end of chapter 14, it says, and so they went out. Og í lok kapla 14 hann segir, og þeir fóru út. And that was actually 10, what do you call it, p.m. or 10 eftir kvöldið, okay, in the evening. in the evening. That's true, yeah. And so Jesus went into the hardest time ever. Og Jesús hann fór inn í erfiðasta tíma sem hann upplifaði. He was in Gethsemane, Hann var í Getsemani garðinum and he the fight for his life. og hann var að berjast fyrir lífi sínu. And he also was arrested there, Og hann var líka handtekinn þar. and they took him from Gethsemane, Hann var tekinn frá Getsemani garðinum and they put him in the front of the high priest. og hann var settur frammi fyrir aðstaprestin. And in the middle of the night that Peter denied him 3 times. Og miðjanótt þá afneitaði Pétur honum 3 svar. And Jesus was sent to Pilatus. Og Jesús hann var sendur til Pílatusar, And so he was sent to Herod síðan til Herodesar and back to og Pilatus. aftur til Pílatusar. And so in the morning, the trial was the whole night. Og þessi réttarhöld voru yfir alla nóttina. So in the morning, 9 o'clock in the morning, 9 morguninn, the crucifixion of Jesus Christ þá was. krossfesting Jesú. And the history tells us that noon, that means actually 12 o'clock in the morning. Og það segir að á hádegi, Then there was a darkness over the country until 3 o'clock in the afternoon. að það var myrkur yfir öllu landinu frá 12 til 3. So when this happened, Og þegar þetta skeður, it was people was excited when Jesus coming to town. þá sko fólki var mjög spennt þegar Jesús kom inn í bæinn. In just a couple of hours, everything changed. Og nokkrum klukkustundum þá breyttist allt saman. They went from hallelujah Þeir fóru frá halleluja to crucifix him. yfir í krossfestiðan. So you can never ever trust the people in the street. Þannig að við getum aldrei treyst fólkinu á That's another götunni. story Það önnur saga, for another day. fyrir annan dag. Amen. Amen. So let's bring this into perspective. Is this good? Við skulum, setjum þetta í samhengi. Hallelujah. Hallelujah. So the context is from Isaiah 53. Þannig að við lesum það í Jesaja 53. 700 years before Jesus was born. 700 árum áður en Jesús We're going to fæddist. read prophesy about Þá Jesus. ætlum við að lesa spádóm Jesú. So it's about the servant of the Lord Það þjón drottins who suffered not for his own sin, but for the whole world's sin. Þjón drottins sem að þjáðist ekki vegna sinna syndar, heldur So- syndar heimsins. In the Old Testament, Í Gamla testamentinu there is over, let me see this clear, 300 prophesy about Jesus. Í Gamla testamentinu yfir 300 spádómar Jesú. And there is between 20 and 30 which are pointed directly to his death. Og það milli 20 og 30 spádómar sem að benda beint á krossstöðu hans. So you read from Isaiah 53. Jesaja 53, vers 6 og 7. Við fórum allir villir vegar sem sauðir, héldum hver sína leið, en drottin lét synd voru allra koma niður á honum. Hann var hartleikinn og þjáður, en lauk eigi upp munni sínum, fremur en lamb sem leitti til slátrunar, eða sauður sem þegir fyrir þeim ríja hann. Hann lauk eigi upp munni sínum. Do you have verse 9 as well? Yep. Vers 9. And 10. Menn bjöggu honum gröf meðal guðlausra, leggstað meðal ríkra, þótt hann hefði ekki framið ránglæti og svik væru ekki í munni hans. En drottnið þóknaðist að kremja hann og þjaka, þar sem hann færði lífsitt að sektarfórn, fær hann að sjá niðja sína og lifa langa ævi, og vegna hans nær vilji drottins fram að ganga. Amen. Amen. So when we have this gathering here tonight, Og þegar við erum saman komin hér í kvöld, I'm so grateful for these singers and these musicians ég er svo þakkláttur fyrir söngvarana og hljóðfæraleikana hér,
Because they led us into the presence of God. af því að þau leiddu okkur inn í nærveru Guðs. What was the message? Hver var boðskapurinn? It was the Lamb of God Það var lamb that Guðs was crucified for us, sem var krossfestur fyrir for okkur, all our sins. fyrir alla syndir okkar. And also, if you look, do you have the postcard and the big one? Whatever. The point is that everything around is pointing to Jesus as the sacrifice Að allt from þetta- God. Allt þetta bendir á Jesús sem var fórn Guðs. Jesus have never done anything wrong. Jesús hafði ekki gert neitt ránt. His life was an offering for other people's sin. Hans líf var fórn fyrir syndir annara. He was just like a silent lamb. Hann var eins og hljóðlátt lamb. God's plan, it was God's plan, it was not a man's plan. Þetta var Guðs áætlun, ekki áætlun manna. So in Philippians 2:8 it says, he humbled himself in obedience to God and died as a criminal's death on a cross. Í Filippibréfinu 2:7 segir hann lægði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já, dauðans á krossi. So when we praying and when we are worshiping, Og þegar við byggjum og þegar við erum að lofa hann, it is because that he died for me. þá var það af því að hann dó fyrir mig. If Jesus didn't die, I would not have eternal life. Ef að Jesús hefði ekki dáið, There was þá no ætti ég purpose. ekki eilíft líf. Það væri engin tilgangur. I didn't have the peace of God. Þá ætti ég ekki frið Guðs. I didn't have hope for my life. Þá ætti ég ekki von fyrir líf mitt. I could just go to Spain. Þá gæti ég bara farið til Spánar. So let's go back and take this point. Who's that? Oh, it's your wife. Okay. Yeah. Sorry. It's just something in my mind that, okay. Hugur hans stundum svona. Yeah, stämmer. So, number 1, Númer 1. the upper room, fellowship and submission. Númer 1, það satt loftstofan, það þetta samfélag. When we're talking about the Last Supper, Og þegar við tölum síðustu kvöldmáltíðina, that is actually because it was the Last Supper. þá það af því að þetta var síðasta máltíðin. But in the Last Supper, En í þessari síðustu kvöldmáltíð, Jesus get us a glimpse of a new covenant. þá gaf hann okkur svona mynd af nýjum sáttmála. What is the new covenant? Hver þessi nýji sáttmáli? It's the covenant of grace. Það náðin. It's unmerited favor from God. Það þessi góðvild Guðs. And the other thing that happened there is the heart of a servant. Og það var líka hjarta þjóns. And when Jesus bowed down and washed the feet to the disciples, Þegar Jesús beygði sig niður og hann þvoði fætur lærisveina sína. Jesus should never do that. He is king. Jesús hefði gætt He's að gera majesty. það. Hann konungur. But he humbled himself. En hann beygði sjálfan sig. Not only for God, Ekki bara fyrir Guði. not only for the government, Ekki bara fyrir but he did it for the ríkisstjórninni. disciples, En hann gerði það fyrir lærisveina sína. which betrayed him just a couple of hours later. Sem að sveik hann bara nokkrum tímum setna. So there was a betrayal in the midst of the fellowship. Þannig að það voru sveik mitt í samfélaginu. And Judas, he was in the room. Og Júdas hann var í herbygginu. When Jesus is talking about the new covenant, Þegar Jesús var að tala hennar nýja sáttmála. and they took the bread and broke it. Og hann tók brauð og hann braut And he brauð. said, do this in remembrance of me, he Og hann said. sagði, gera þetta í mína minningu. And Judas is sitting there. Og Júdas situr hann. And he went out in the night. Og hann fór út kvöld. And he sold Jesus for some silver Og coins. seldi Jesús fyrir einhverja There was a silfurpeninga. betrayal in the fellowship that night. En það voru svik mitt í þessu samfélagi. But there was also a call to unity right there. En það var líka köllun til eininga. Jesus said, love each other, he said. Jesús sagði, elskið hvert annað. It was not just a meal. Þetta var ekki bara It máltíð. was a surrender to the plan of God. Þetta var þetta að gefast undir áætlun number Guðs. Númer 2. Gethsemane, Getsemane. the battle in the hidden. Baráttan, þessi hulda barátta. You know, when the meal was over, Þegar kvöldmætturinn var búinn, that was around 9 to 10 in the evening það hafði verið á milli 9 og 10 kvöldið on Thursday. á fimmtudegi. And they went out, and Jesus actually on the way
to Gethsemane. Og á leiðinni til Getsemane-garðin, He was preaching along the way. þá var hann að predika til þeirra á Because leiðinni. in the beginning of John 15, Af því að í Jóhannes 15, byrjunni þar, he's talking about the vineyard and the pruning. þá var hann And, að tala um vínviðin og hvernig maður snirtir So- snirtir so vínviðin. where's that coming from? Hvaðan kemur það? It was in the middle of the night. Þetta voru miðjanótt And the Bible scholars said there are actually two reasons for that. og svona fræðimenn segja þessu tvær ástæður. They passed by the temple Þeir fóru fram hjá musturinu and some of the symbol in the top of the temple og það eru myndir that á is from a musturinu vineyard. sem eru svona vínegrur. But also when he went over from the wall of Jerusalem into Gethsemane, Þegar hann fór fram hjá vegnum inn í Jerúsalem og inn í Getsemane, it's 300-400 meters, 300-400 not metrar, long. ekkert langt. And when he passed by there was a vineyard beside the road. Og það voru vínegrur svona með fram veginum. So that's who Jesus is. Þannig Jesús. He talking gold out of nothing. Hann talar gull bara úr engu. So he entered Gethsemane. Og hann kemur inn í Getsemane-garðin. And Gethsemane actually means a place of pressure. Og Getsemane þýðir staður þrýstings. Because in Gethsemane there was a lot of olive trees. Og í Getsemane voru mjög mikið af ólífutrjám. To get the oil out of the olives, Til að ná olíunni úr ólífunum, you need to press it. þá þarf þrýsting, þá þarf að pressa þær. And in Luke 22 it says, his sweat becomes like drops of blood. Og það segir í Lúkas 22 að svitans var eins og blóðdropar. And Jesus was at this time, he was so close. Og Jesús á þessum tíma, hann var svo nálagt, He knew this is my time. hann vissi þetta minn tími. I go into my most struggling time ever. Hann vissi ég að fara í erfiðasta He tímabil knew lífsmíns. he want to be alone. Hann vissi að hann vildi vera einn. He knew he will be arrested. Hann vissi að hann myndi vera He knew people handtekinn. would flee from him. Hann vissi að fólk myndi hlaupa burtu frá honum. But in Gethsemane, it was also the place where Jesus fully returned to the Father's will. En það líka í Getsemane þar sem hann að fullu beygðist undir Guðs vilja. He said that, like you probably would say the same when you coming to this point. Þú myndir örugglega segja það sama þegar þú kemur á þennan punkt í lífinu. Father in heaven, let this pass me by. Guð, ef einhver möguleiki, látt þetta fara fram hjá mér. I don't want to do this. Ég vil ekki Send gera something þetta. else. Send einhvern annan. Send some legion of angels to me right now. Send einhverja engla til mín núna. No, but he fulfilled that same sentence. Nei, en hann endaði setninguna. Yet not as I will, Verði ekki minn but vilji. as you will. Herðu verði þinn vilji. He surrendered totally to the purpose and to the calling. Hann beygði sig algjörlega undir áætlun Guðs með sitt líf. And those who were with him, Og þeir sem voru með honum, the disciples, lærisveinarnir, they fell asleep. þeir sofnuðu. There's a contrast between weakness and obedience. Það svona kontrast. Exactly. The victory on the cross began in the struggle of Gethsemane. The what? The victory. Já, sigurinn á krossinum, hann byrjar í þessum erfiðleika í Getsemane. You will never have victory if you don't go through Gethsemane. Þú far aldrei sigur þín lífi ef þú fer ekki gegnum Getsemane. In the pressing, Í þessum, in the struggle, þegar að vera pressaði í erfiðleikunum. that's gonna lead you to victory. Það leiðir þig til sigurs. But even if you feel this is enough, Og jafnvel þóttu finnist þetta sé nóg. you're coming to this point number 3 in Jesus' story that night, Þá kemur að þessum punktir sem eru 3 í sögu Jesú þetta kvöld. which we call arrest and trial, when darkness seems to win. Þegar handtekinn og réttarhöld. One of his best mates is coming with soldiers. Einn af hans bestu vinum, nánustu vinum, kemur til hans með hermenn. And Judas went over to Jesus and mwah! Og Júdas kemur til Jesú og hann kissir And hann. that was a sign to all the soldiers. Og það var merki fyrir alla hermennina. He was close to Judas, Hann var náinn, but the Júdas. betrayal was not far away. Þannig að svikin voru ekki langt undan. But also false accusation is coming through
Jesus' way. og rángar ásakanir komu á Jesú. But also we see that at Peter that just a couple of hours before have said, Jesus, I'm with you. Og Pétur sem hafði nokkru klukkustundum áður sagt, Jesús, ég alltaf með þér. I cover your back, Jesus. Ég stend við bakið þér, Jesú. But even the strong can fall. En jafnvel þið sterku geta fallið. Amen. Amen. Even the strong can fall. Jafnvel þið sterku geta fallið. But God never lose control, even if there are chaos. En Guð, hann missir aldrei stjórn þótt að allt sé í rugli. And number 4. Og fjórði hluturinn. How many points do you think I have, David? Hvað heldur að ég hafi marga púnta, Davíð? Come on, talk to me. 6? No, Nei. 5. 5. So we're almost there. Don't sleep, Við erum alveg okay? að komast að leiður okkur. It's going to be good. It's going to be a great ending. Það voru frábær endir. But we need to go through the Last Supper. Við þurfum að fara í gegnum þessa We need to síðustu go máltíð. through the Valley of Death. Við þurfum að fara í gegnum We're going to go þennan through dimma dag. Gethsemane. Getsemane. And we're going to face how it is to be rejected and be left for people. Og við þurfum að horfast í augu við hvernig er að vera yfirgefin og hafnað. So let's see how many people actually left Jesus. Við skulum sjá hversu margir fóru frá Jesú, yfirgáfa. The religious leader was occupied with one thing. Trúaleiðtóðarnir, þeir voru uppteknir á einum hlut. What time is Messiah coming? Hvenær kemur Messias? So Messiah is standing there, Og Messias stendur fyrir but they fram á það. rejected him. En þeir höfnuðu honum. And that, sorry to tell you guys, Og miður þá þarf ég að segja ykkur það. there's so many people that they want to see Messiah today. Það eru svo margir sem vilja sjá Messias í dag. And he is here, Og hann er hér. but they neglected him. En þeir vanrækja hann. They don't want to say yes to him. Þeir vilja ekki segja já við hann. Maybe the price is too big. Kannski er Maybe verðið the of change stór. is too big. Kannski er breytingin of But mikið. even the religious leaders, En þessi trúaleiðtóðar, they left Jesus. þeir fóru frá Jesú. Sneru And baki also við hann. what we see that there's a false accusation. Og við sjáum að það eru rángar ásakanir. They put liars around Jesus all the time. Þeir sitja legara í kringum Jesú á öllum stundum. Jesus never said a word. Jesú sagði aldrei orð. He was silent. Hann var hljóður. He knew what he needed to do. Hann vissi hvað hann þurfti að gera. And the crowd turns. Og múurinn, fólkið, það snýr gegn honum. Hosanna becomes crucify him. Og Hósanna, það var það krossfestið hann. Public opinions is unstable. Almenningsálitið, það er ekki stöðugt. Don't Það trust getur breyst, them. ekki treysta því. Have you heard? I heard about an app called Instagram. Have you heard about that? Hafið þið heyrt appið Instagram? It's something they have on the continent. Yeah. Það er eitthvað sem við hafa hana í Ameríku. So what you can do? You can post a picture, Og þú getur sett myndar inn, something that are very valuable for you. kannski mjög svona dýrmætt mynd fyrir þig, Yeah, a meal, for example. kannski máltíð, And so people can push another button and say like. og fólk getur ítt á takka sem segir like, And if they very excited, og það er mjög spennt yfir there is þessu, a bottom just beside of that, þá er annar takki þar and við you hliðin can á, press that. þú ítir á það, And so you can put a sign, a heart or a smile, þú sett hjarta eða broskall, like that. And also, if you really like it, og þú ert mjög hrifin af you can þessu, send a text. þá getur þú sett texta. That was fantastic. Þetta var frábært. When you get this feedback from all those people, thousands of people, Og þegar þú færið sér viðbröð frá öllu þessu fólki, and you think, og þú hugsar, they are my friends. þeir eru vini mínir. Oh, I got a lot Wow. of friends. Ég har svo mikið af vinum. Woohoo! I'm popular. Og ég er svo vinsæll. Yeah, but if you another day you post something else they don't like, Og svo næsta dag þá setur eitthvað annað fram and og they það are líkar still það ekki. writing to you, Og það heldur samt áfram að skrifa. and that is just before they pushed another button, it's block you, Og það er að áður að íta á annan takka sem að blokkar því. and then you have no friends anymore. Og þá áttu allt í henni enga vini. What do you think Jesus think about Instagram? Hvað heldur að Jesús myndi hugsa Instagram? He would say, been there, done that. Hann myndi segja, já, ég er búinn með þetta. So what happened after this? Og hvað skeiði eftir Instagram, þetta? yeah. Eftir Instagramið. So did the disciples scattered? Lærisveinar, þeir dreifðust All of them.
Allir þeirra. The first one was Judah. Fyrstu var Júdas And so everybody, they just flew away. og allir þeir hlupu burtu. What kind of friends is that? Hvers vinir eru það? When I need you, I just close my eyes and I'm with you. That song was coming long after Jesus. Þetta lag kom löngu eftir Jésu. So all the disciples desert him and fled. Allir lærusveinir hlupu frá honum. So never trust people. Þannig að ekki treysta fólki. Can we say that? Getur við sagt það? No. Nei. You need to trust people. Við þurfum að treysta fólki. But never put your life in the hand of people. En aldrei setja líf þitt í hendunar á öðrum. Because worst case scenario is what we learned from Jesus. Af því að versta útkoman er það sem að geða Even the Jésu. closest could not stand in the pressure. Að þeir sem voru honum næstir gátu ekki staðið So, undir þessu On the darkest time, Jesus stands alone. þannig að á hans myrkasta tíma stendur Jésús einn. Nobody defended him. Engin varðan, Nobody supported him. engin stutti við baki á And honum everybody left. og allir fóru. And he's standing there in the public to shame. Og hann stendur þannig að í skömm frammi fyrir fólkinu. And from this very night, from Thursday to Friday, Og frá fimmtudegi til föstudag. just before they will celebrate the Passover, Rétt á hann að þeir fögnuðu páskunum. Jesus standing there, Og stendur Jésús the þarna end of the night. í lokvöldsins. They have tortured him. Þeir eru búin að pína hann. They have a crown of thorn over his head. Þeir eru búin að setja þyrnikórun á höfuð hans. They have beaten him. Þeir eru lamið hann. They have laughed at Þeir him. eru hlegið af They hann. have spitted on him. Rakt á hann. And so they asked him to carry his own cross to Calvary Og cross. þeir báðu hann að bera sinn eigin kross upp á hauskúpuhæð. Jesus did this of one reason. Jésús gerði þetta af einni ástæðu. He carried your sin. Að hann bar þínar syndir. He carried your sickness. Þína sjúkdóma. Everything that you should have done but never did, he bore. Allt það sem þú hefðir átt að gera en gerðir ekki, það bar hann. And he ended this cruel situation with a word. Og hann endaði þessar hræðilegu aðstæður á þessu orði. It is finished. Það er fullkomnað. He did what he's supposed to do. Hann gerði það sem hann átti að gera. Even that everybody left him. Þó, jafnvel þótt að allir hefur Everybody lied to him. Allir lugu á honum. Nobody believed in him. Engin trúð á hann. The victory is not in the public hallelujah. Sigurinn hann er ekki opinber. The victory is in the sacrifice. Heldur er hann í fórninni. When Jesus died 3 o'clock in the afternoon, Þegar Jésús dó seinni there partinn, was a darkness all over the land. það var myrkur yfir öllu From landi. 12 o'clock to 3 o'clock. Frá klukkan 12 There was a- hátið til 3. There was an earthquake. Það var jarðskjálfti, There was dark. það var myrkur And Jesus died. og Jésús dó. And the devil thought, Og djöfullinn, hann hélt, hallelujah, halleluja, he's gone. hann er farinn. It's over. Þetta er búið. No, it's my turn. Nú er komið að mér. You know what Jesus did? Vitið þið hvað Jésús gerði? Today is the White Friday. Í dag er föstudagur langi. We call it in Norway the Long Friday. Föstudagur langi, ég kallar það í Norri alveg eins og Íslandi. Because, okay, Yep. okay, got it. When Jesus died, Þegar Jésús dó, he didn't just went away. þá fór hann ekki bara burtu, He fulfilled the purposes of God. heldur uppfyllt hann tilgang Guðs. Because he have a power that no one else have. Af því að hann hefur kraft sem engin annar hefur. He have the power over death. Hann hefur kraft yfir dauðanum. So he went into what we call the place of darkness, the kingdom of Satan. Hann fór inn í ríki myrkursins, í konungsríki Satans. And you know what he said? Og vitið hvað hann sagði? Give me the key Gefið mér lykilinn. to I'll do it. all the people that are in custody in this room. Gefið mér lykilinn af
fangelsinu hér í þessum, á And þessum he stað. opened up. Og hann opnaði So everybody that had lived, það þeir sem að höfðu lifað they was released. voru leystir. And the Bible tells us they was wandering around in Israel, in Jerusalem. Biblían segir að þeir voru að ráa í Jerúsalem. They were so excited. Þeir voru svo spenntir And Jesus took them with himself. og Jesús tók það með sér And he went into heaven. og hann fór til himna. That is to be finished. Það var fullkomnað. That is the covenant of Jesus Christ. Það sáttmáli Jesú. There was a spectacle in hell. Spektakl. Yeah, that word. Okay. Whatever. For was me, so it good. was a very good point, but whatever. Yeah. So, so let's read a word from God. So in 2 Corinthians 5:21, why did Christ actually died? Af hverju dó Kristur? Síðara Korinthubréf 5:21. God made him who had no sin to be sin for us, Guð dæmdi Krist sem þekkt ekki synd, sekan í okkar stað, so that in him we might become the righteousness of God. til þess að hann gerði okkur réttláti í augum Guðs. And the reason that we all the time are asking, how are your relationship with God? Og ástæðan fyrir að við erum að spyrjum hvernig þitt samband við Guð? And if it's not good, Og ef það ekki gott, I will ask you, will you receive Jesus as your Savior today? þá vil ég spyrja, viltu taka múti Jesús sem And þín if you say frelsara í yes dag? to that, Og ef þú segir já við því, there is a miracle that happening inside of you. þá kraftaverk sem skeður innra með þér. The sin, Syndin, everything that blocked the relationship to Jesus is taking away. allt sem að kemur í veg fyrir samband okkar við Jesú tekið í burtu. And he is giving you his Og righteousness. hann gefur okkur sitt And réttlæti. that means actually that you are good enough. Og það þýðir í raun og veru að þú You ert are a nóg. son and daughter of God. Að þú ert sonur og dóttir You have Guðs. access to heaven. Að þú hefur aðgang að himninum. Everything that I have been written, said Jesus, is yours. Allt sem að mitt And if you- segir þitt. And if you say yes to Jesus, Og ef þú segir já við Jesú, that is a yes in heaven. þá það já á himnum. You can start working in miracle. Og þú getur bara að ganga í There's a new time for you. Það nýr tími fyrir The þig. past will not define you. Fortin, hún mun ekki The ákvarða hver þú ert. The promise for the believer will define you. Heldur mun loforðið fyrir hinn trúaða. Right there, you need to say amen. Nú erum við að segja, We were sinners. við vorum syndarar. We were lost. Við vorum týnd. We have been separated. Við höfum verið svona fjarlæg Guð. We have no chance. Við áttum enga von. But because of Jesus, En vegna we Jesú, have access to heaven. þá hefur við aðgang að himnum. And the last verse, David, is that okay? The last verse, yeah. Síðasta versið sem við erum að lesa. So I don't know how long the preaching time is there. Thank God there is no clock. They stopped 25 minutes ago. Okay, so from Romans 5:17 it says, Og Rómverjabréfið 5:17 segir, for if by one man's, that means Adam, fault means sin, death reigned through the one. og við þýðum þetta úr Amplified biblíunni, það segir því að ef dauðinn ríkti fyrir hinn eina, Adam, vegna misgjörðar hins eina, Adams, Much more, those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. þá munu þeir sem þiggja gnægð gnáðarinnar og gjöf réttlætisins miklu fremur ríkja í lífi fyrir hinn eina Jesú Krist. Amen. Amen. So you know, you don't have to do that because they're not following you. I really clap needs to be at everybody clapping. So we can have one a little bit later. But hallelujah. So, but those who receive abundance of grace, Þeir sem að þiggja þessari náð, not just a little bit, ekki bara eitthvað lítið, abundance yfir gnæfandi, means overflowing. yfir flæði. And this is not a feeling.
Þetta er ekki einhver tilfinning. I'm talking to somebody right here. Ég er að tala til That einhvern is not a feeling. Þetta er ekki That tilfinning. is a fact. Þetta er staðreyn. You have abundance of grace. Það er yfirflæði It's af náð. flowing over. Það flæðir yfir. There is more. Það er meira. And if you read Psalm 23, Og ef við lesum Sálm 23, he will anoint your head. að það segir að hann mun smyrja höfuð þitt. And there will be overflow in your cup. Og bika þinn mun flæða yfir. It will never stop. Að það mun aldrei stoppa. I've been married for 43 years. Ég er búin að vera giftur í 43 ár. And it will never stop. Og það hættir aldrei. Well, it will stop. Það mun When stoppa Jesus come back. þegar Jesus kemur aftur. Because over there will be no marriage. Af því að himnum verður Sorry, baby, I will be in something Verður of a engin business right hjónaband. there. But enjoy the time. Njóttu tíma sem við höfum. The point is there is an overflowing. En málið er að það er And yfirflæði. if we as believer can come to the point, Og ef við sem trúaðir getum komist á þannig stað we are so grateful for Jesus. að við erum svo þakklátt fyrir Jesú. We are so grateful for his Við suffering, erum svo þakklátt fyrir For his fyrir það sem hann sacrifice. gekk í gegnum, hans fórn, for his pain, fyrir hans sársauka, for his loneliness. fyrir hans einmannaleika. It shaped my fellowship. Það svona skapar samfélagið mitt. He died so I should have life. Hann dó til þess að ég mætti He eignast was in líf. darkness so I should be in the light. Hann var í myrkrinu svo ég mætti I'm lifa í so ljósinu. grateful for Ég er svo Jesus. þakkláttur fyrir Jesú. And it's not a feeling. Og það er ekki einhver tilfinning. Well, it's a feeling as well. Jú, það er líka That is tilfinning. more a En fact. það er staðreyn. Can you say amen to that? Amen. And the worshiper needs to come and be ready for. Fá lofgjörðun upp. So there is abundance of grace. Þannig að það er yfirflæði náðar. And there is also this gift of righteousness. Það er líka gjöf réttlætisins. How many of us feel that we're not good enough? Hversu mörg okkar finnst þið ofta ekki Hello, vera let's nógu be góð? a little bit honest here. Yeah, we don't feel we are good enough. Okkur finnst þið ofta ekki vera nógu góð. It is the same with me. Það er eins með mig. But God is telling me, En Guð er að segja við mig you are blameless, að þú ert, you are fault-free, það er, you are just like þú Jesus. ert alveg eins og Jesú. This is the gift of Þetta righteousness. er gjöf réttlætisins. I have become whole in Jesus' Ég er name. gerður heill í Jesú nafn. And also the scripture here says, I will reign in life. Og það segir líka að ég mun ríkja í lífinu. That means actually that the word of God Að orð Guðs, is a work inside of me. að það vinnur innra með mér. I will reign in life. Að ég mun ríkja í lífi minu. I'm not under. Ég er ekki undir, I'm over. heldur ég er yfir. I'm not the tail. Ég er ekki hali, I'm the head. ég er höfuðið. I have what Jesus say I have. Ég hef það sem I Jesús am segir what að ég Jesus hefi. say I am. Ég er það sem hann I segir að believe that ég the er. word is a love letter to me and my life. Ég trúi því að hans orð er ástabrið We til will mín. reign in life. Að við munum ríkja í lífi. And I just want to encourage you here this first, is this the first night in the past? Yeah, it is. Yeah. So Jesus Christ, Jesús Kristur, sorry, I live with jet lag from Norway. Ah, okay. So Jesus Christ is actually the answer. Jesús Kristur er svarið. I don't know what you're going through, Ég veit ekki hvað þú ert að ganga í but gegn. one thing I know, En eitt veit ég, he cares for you að honum er ekki from the saman first road to the back, alveg frá to the right, fremstu to the röð left. á aftasta bekk, frá He hægri knows til you. vinstri. Hann þekkir þig. He knows how many hair you have on your head. Hann veit hversu mörg hár á höfðinu. And if you eru. lost someone from your bathroom today and here to church, Og ef þú mistir nokkur hár frá baðinu og hingað í kirkju, exactly, and he knows. þá veit hann það. He knows your feelings. Hann veit hvernig þið líður. He knows that you have been betrayed. Hann veit að þú hefur He verið knows your svikið. sickness. Hann þekkir sjúkdómaðinu. He knows your struggle. Hann þekkir það sem þú ert að berjast við. He knows what's hindering you. Hann þekkir hvað er að hindra þig. Don't try to hide from Jesus. Ekki reyna að fela þig fyrir Jesú. Idiots do that. Það eru bara bjánar sem gera það. You need to be real with God. Þú þarfst að vera raunverulegur við He Guð. is real with you. Hann er raunverulegur And við this þig. is your night. Og þetta er þitt kvöld. I just want to challenge you. Og ég vil skora á þig. You don't have to come to the front.
Þú þarft ekki að koma hérna You fremst. can come to the Þú front, getur það að þú vilt það. but I challenge you to step into the fullness of God. En ég hveti til að stíga inn í það sem að Guð hefur fyrir þig. Because Jesus died for you. Af því að Jesús stóð fyrir þig. And this Easter can be a turning point in your Og life. þetta getur verið svona vendipunktur í þínu lífi. You don't have to let the past define the future. Þú þarft ekki að láta fortíðina ákvarða framtíðina. Britt and myself have been through the worst period of our life the last 5 years. Ég og Britt við höfum gengið í gegnum versta tímabil lífs okkar But we síðustu 5 ár. decided En við ákvaðum to put our eyes on að setja Jesus. auð okkar á Jesú. We decided that what happening to us should not define us. Við ákvaðum að það sem að kom fyrir okkur, það myndi ekki skilgreina hver við erum. For 1 year, we read this book to each other every flippin' day. Í heilt ár þá lásuðu biblíuna fyrir hvort annað. Á hverjum degi. Because we want to have a fundament in our life Að þau viljum hafa grundvöll í lífinu based on what Jesus did on the cross. sem að er byggður á That's því what sem að we're Jesús talking gerði á about. krossinum. And if he could do that for us, Og ef hann gætt gert það fyrir okkur, he can do that for you. þá getur hann gert það fyrir Don't þig. hide anymore. Ekki Take fela the þig step lengur. in faith. Taktu skref í trúni. Very often we say that it's a walk of shame to go to the altar. Stundum er sagt að þetta er svona skammargangan That is not true at En all. það er ekki rétt. It's a walk of faith. Það er Because I'm trúarganga. walking towards Jesus. Af því ég er að ganga í I'm áttina að leaving Jesú. the past behind. Ég er að skilja And I'm fortíðina coming baki into Jesus. og ég er að koma til Jesú. Because he loves me so Af much. því að hann elskar mig And svo he's mikið. standing there with open Og hann arms. stendur með opin Maybe fán. you are sitting here that you don't know Og Jesus. kannski þekkir þú ekki Jesú. Or maybe you have left Eða Jesus. kannski hefur þú farið frá You know Jesú. the relationship is over. Þú veist að samfélag þitt við hann er This búið. is the time En þá er þetta for stundin you to step back where you fyrir belong þig að stíga aftur á þann stað sem að þú tilherir with Jesus. með Jesús. Can we just close our eyes a little bit? I Skulum just loka wanna, augunum if there anyone in here right og now ég vil spyrja ef það er einhver hér inni that núna you feel that Jesus is calling you back to this og þér relationship, finnst að Jesús er að kalla þig aftur til samfélagsins, it is my privilege þá er það forréttindi fyrir mig to welcome you back, að bjóða þig velkomin aftur. welcome you home. Vertu velkomin heim. Jesus Christ, Jesús Kristur, our Savior, frelsar okkar, He loves you. hann elskar þig. He knows you Hann þekkir and þig He's longing for relationship og hann with you. þráir að eiga samfélag við þig. If there's anybody inside this room that want to make this confession, so raise your hand right Ef það er now. einhver hér inni sem vil játast honum, þá byrðum við að lyfta upp hendi núna. Brilliant. God bless you. God bless you. Guð God blessi bless þig, Guð you. blessi þig. If it's a recommitment, beautiful. If it's the first time, beautiful. Ef þú ert But að- this is the time for us to take the step in faith. 4 people said, pray for me, Pastor, and I will. Það eru fjórir sem hafa sagt byttu fyrir mig. Is og there ég other mun. people that Eru- want to eru raise fleiri- your hand? Eru ykkur fleiri sem vilja lyfta upp hendi? Beautiful, beautiful. I see your hand back there as well. You see a hand. Five hand. persons said yes to Jesus. Fimm aðlar að segja já við Jesús. So what we're doing right now, Það sem við gerum núna, we're gonna have a confession. það ætlum við að hafa You játningu you do that. og bæn. Við segjum drottin Jesús. Við skulum biðja allt saman, segjum drottin Jesús. Ég kem fram fyrir þig í dag með mitt líf og ég vil gefast þér. Drottin, ég hef syndgað gegn þér. Ég hef brotið þín lög. Ég hef gert það sem er rátt. Ég kem með það allt fram fyrir þig í dag. Ég bið að fyrirgefa mér, hreinsa hjarta mitt og gera með nýrri sköpun í þér. Takt á móti mér sem barni þínu. Jesús, ég játa með munni mínum að þú ert drottinn og ég trúi í hjarta mínu að Guð hafi vakið þig upp frá dauðum. Ég þakka þér fyrir að ég tilheyri þér. Í Jesú nafni. Amen. And if you pray that prayer, Og ef þú now, baðst þessara bænar, we want to give you a Bible
Það langar okkur að gefa okkur Biblíu. and we will be the part of your journey. Við viljum taka þátt í þinni. Never do the journey alone. Við höfum aldrei að fara ein í gegnum lífið. And get baptized on Sunday, Og ég hvet ykkur takið í skírn á sunnudag. because that's the biblical way of doing it. Af því að það er einn biblíulega leið til að lifa lífinu. To say yes to Jesus, Segja já við Jesú, it's a new life. það er nýtt líf. In Jesus' Í name. Jesú nafni. Amen. Can we Amen. stand on our feet? Við skulum standa á fætur. Is it possible to have the last song again? Er the last song. Yeah. Getum við sungið lagið sem við enduðum á fyrir predikun? Já, It was so good, það var svo gott. just because I'm so old, Af því að ég er svo gammal. because the song is old. Af því að lagið er But gammal. I feel the presence of the Lord is trying to say something about Jesus through this song. Þá finnst And mér when bara we're singing this song, að þetta lag þarf að tala Jesú. Þegar and við syngjum þetta and lag if you feel that this is your time to renew something in your life, og ef þið finnst að þetta sé að þessi stund til að endurnýja einhver hlut í lífinu, you are welcome to enter the front. þá er þið velkomið að koma fram. We have a team of prayers. Við erum með bænafólk, We want to pray for you. við viljum biðja fyrir þér, We want to guide you. við viljum leiðbyrna We þér, will welcome you. við viljum bjóða þér velkomið. What we do That's when a- we entering the front, Það sem við gerum þegar við komum fram, it is to search for to be whole, to be whole. þá er það að við erum að leitast eftir því að vera heil. God died for you, Jesús dó fyrir þig so you should be whole again, til þess að þú verðir heill aftur, healed again. læknaður aftur. So when you are searching for wholeness, Þannig að þegar þú ert að leita að þessu heilleika, you're searching for Jesus. þá ert að leita að Jesú. Amen. Amen. Let's worship God together. Lofa Guð saman. Thank you for cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Washed me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and